naglbítur í kvöld, en sigur einhvað síður, sáttur? Já, ég held að maður bara verða að vera sáttur, þú veist. Við komum hérna og við unnum þó að naumt hafi verið. Þeir hafa verið að gefa liðum ágætisleiki hérna, svona oftast nær hér inni. Haukarnir rétt sluppu hérna með 2 stigin líka daginn. Það er svo sannarlega margt sem við getum gert betur. En það er þreytt hugga að liðin tala alltaf um það að þetta hafi allt með þá að gera en eins og hitlið sé ekki til, skilur. Þeir komu hérna inn og þeir gerðu bara fullt af hlutum rétt og ég held að þeir hljóta að fara að hala inn einhverja punkta á svona spilamennsku núna í næstu leikjum. 16 sóknarfrákast í er þetta eitthvað til að hafa áhyggjur af? Nú virðist þetta vera plaga eitthvað dálítið sóknarfrákast? Núna síðustu 2 leiki þá hefur þetta verið Njarðvík var örugglega með 16 í fyrri hálfleik sko. Þeir mistu boltann út af þrisvarsinnum þannig að þeir fengu bara 13 talin og núna er getið konur með 11 í fyrri. Og við höfum svona verið að hreinsa upp vörðin hjá okkur og vera að koma svona sterkar inn í seinna leik og það bara ekki nógu gott sko. Við verðum bara að læra það að koma almennilegir inn í leikina og svona ef við ætlum okkur að gera einhverja alveg hluti. Já, samanskapi 17 tapaði boltar, ef maður rétt. Er það... Við erum með ákveðna tölu, við erum með ákveðið liðsmarkmið og bara ég heldum okkur ótrúlega vel undir því eða við það í öllum leikjum. Svona fram að kannski síðustu 2-3, þannig að það er annað sem við megum aðeins skoða. Mér fannst mér fannst rosalega vænt við það þó Jón skildi nú ekki hitta vítunum 2 hérna í restina að við slupum allavega 2 sóknir í lokin. Þar sem við létum boltann aðeins svona flæða og við fundum stóru strákana undir körfinni eftir pick and roll sem við megum bara gera miklu meira af. Við erum með frábæra sóknarmenn í bakvörðunum og bakvarðarstöðunum og auðvitað verða þeir 4 alltaf svona burðabítar í sókninni en þú veist, það fer að vera erfitt fyrir það í 40 mínútna leik ef við færum ekki svona sóknarjafna eða aðeins til. Við förum aðeins að mata Jón Orra og þessi strákarnir undir körfinni. Jæja, en tæpi leikurinn sem þið missið í lokin. Hvað er þetta orðið eitthvað minnstur sem við þurfum að bara venjast eða? Nei, við ætlum ekki að venjast þessu. En já, það er rétt hér. En nú aftur erum við með góða framistöðu heilt yfir en náum ekki að setja þetta er bara náum ekki að klára þessa leiki, ég veit ekki hvað þetta er eitthvað þreytt. Maður er ekkert í allt og góðu skapa akkurat núna. Nei. En leiklega séð mjög góð framistöðu á strákunum og æfingarnir í vikunni búin að vera mjög öflugar og góðar og þannig að ég get ekki beðið meiri vinnuframlag frá vel flestum sko, þannig að ég ánægði með það. Fín vörn, þeir tapa þarna 17 boltum, þeir eru með 16 sóknarfrákust, þannig að það lítur að leikunum var þannig séð vel spilað en hvað er það sem að, það er alltaf léleg hitti innan þriggjastigalínunnar, hvað? Já, við fáum ég sé að margt í þessu leik sem að segir manni að við höfum alveg skilið átt að vinna en leik sko. En þannig að ég segi, við erum að spila hörku vörn, setja pressa boltan, þeir að tapa mörgum boltum og við erum að frákasta vel, sérstaklega í fyrri hálfleik. Við höfum doldið rétta niður í seinni hálfleik hjá okkur og smá kafla. Það séður fenguð doldið af svona second chances, eins og þau segja, eftir góða vörn. En ég segja, við hittum ekki nógu vel fyrir innan tveggjastæðalína. Við fórum að hitta mjög vel utan þryggjastæðalínu í seinni hálfleik og eftir erfiðan þriðja leikluta. Hann drap okkur dálítið, fannst mér svona, við tökum allan leikinn saman. Við vorum ekki executor nógu vel sóknarlega í þriðja leikluta. Fengum á okkur nokkur hraðaplöp og mistum það einhver 10 stig fram úr okkur, 10-12 stig minnum við fram úr okkur. En eins og enn og aftur þá er stór karakter í þessu lið, við gefumst aldrei upp og menn halda alltaf áfram og það er mikill anskot að þið vilja að við höfum klárað þetta. Nú annar leikurinn í hellinu þar sem þið fáið skot á síðustu sekúndinni. Ert þú bara einhver crunch time mastermind sem að teiknar upp einhver kerfi sem að henda alltaf í skot? Við erum ekki að klára þessu skot, en er það það sem þú teiknar upp? Já, við gerum það nú og þannig að það heppnaðist mjög vel og bara einfalt engin ný fræði þessu sko en við fengum
skotið sem við vorum að leita eftir fyrst og fremst, sem var svona fyrsti option hjá okkur, þetta Matti var búinn að hitta mjög vel og þannig ég gat ekki viljað, það var engin annars ég vildi vildi vera með boltan á síðustu sekúndu heldur en hann en við höfum klárað hvoruganlegan leik. Sáttu við, nei, ég get nú ekki sagt, við varum alltaf sáttu við árangurinn fyrir fram að áramótum en hérna þið var nú spáð falli, þannig að hvað er það sem hvað tekur við á nýju ári? Sko, stigalega síðan erum við ekki sáttir, sko. Það eru nokkrir leikir sem við finnst við höfum átt að klára og en ef við zoomum svona fyrir utan stigin, svona spilalega séð ég mjög ánægður með margt í leik okkar og mér finnst sérstaklega varnarlega, við lögum mikla áherslu á varnarleikin hjá okkur svona fyrir helmingin af þessum fyrri hálfleik í mótinu og mér finnst hann hafa stórbatnað og orðin bara finnst mér nokkuð solid og við höfum verið að vinna dálítið meiri sóknarleikum undanfarið og mér finnst flæðið mun betra í dag heldur en hefur verið. Sýnum bara svona, við erum að fá meiri auka sendingum annað, þannig að það er margt í ákvæmt í því sem við erum að gera og þó þessi stundum eftir svona tapleik erfitt að minna sig á það. En þá förum við bara bjartir inn við verðum að vera bjartir inn í seinni hálfleikinn út af það er mjög margt í ákvæmt í okkar leik sem að segur okkur að það styttist í að við tökum næsta sigur og það verður bara heima 12. janúar á móti Þór.